Skraddarinn í Gláster. Á tímum sverð voru borin og hárkollur voru á hverju höfði, herramenn íklæstust síðum jökkum með blómaskreyttu uppbroti og pífum og guldslegnum vestum úr patúæ silki og tafti, bjó skraddarinn okkur í Gláster. Hann sat þar í glugga í lítilli verslun á Vestskeiðstræti með krosslagðar fætur sínar upp á borði frá morgni til kvölds. Út allan daginn, svo lengi sem dagsljós leyfði, sat hann og saumaði og klippti, setti saman búta og satín og skrauti og silkiborðum og ýmsum öðrum hlutum með afar skrýtnum nöfnum sem allir kostuðu sinn skilding á tímum skraddarans í Gláster. En þó að hann saumaði hið fínasta silki fyrir nágranna sína, var hann sjálfur afar fátækur. Lítill gamall maður með glerugu, markað andlit, gamla bogna fingur og í gatslitnum fötum. Klæðin klippti hann af mikilli nákvæmni, svo að ekkert efni fór til spillis, allt eftir því hvað hentaði útsaumuðu fataefninu hans. Allt borðið lágu þó litlir bútar og snifsi og þröngað breidd fyrir nokkuð að viti, nema í vesti fyrir mýs, sagði skraddarinn. Einn kaldan vetrardag, rétt fyrir jól, skraddarinn hóf að gera jakka og rifluðu kirsuberjalituðu silki, útsaumað með fjólum og rósum og kremlituðu satín vesti, skreytt með slöri og grænlituðu mjúku og hnögróttu kamgarni fyrir borgarstjóran í Gláster. Skraddarinn vann og talaði stöðugt við sjálfan sig. Hann mældi silki og sneri og klippti það réttir lögur með skærum sínum og borðið var því brátt alþakið kirsuberjalituðum snifsum. Enga breytt umfram, allt hárfínt sniðið, hefur enga breytt til góða. Slifsi fyrir mýs og skrautborðar fyrir líðin, fyrir mýs, tautaði skraddarinn í Gláster. Þegar snjókornum byrjaði að kyngja niður á litlu rúðurnar og byrgja smátt fyrir dagsbirtuna, hafði skraddarinn lokið sínu dagsverki. Allt silkið og satínið lá klippt upp á borði. Það voru 12 bútar fyrir jakkann og 4 bútar fyrir vestið og það voru sérbútar fyrir vasa og ermalíningar og allir hnappar tilbúnir. Fínofið gult taft átti að nota sem jakkafóður og til að þræða hnappagötin í jakkan var kirsuberjalitaður tvinni. Allt var til reiðu að hefja saum í morgunsárið, allt mælt og allt klárt, fyrir utan að það vantaði aðeins ögn til viðbótar af kirsuberjalituðum tvinna. Skraddarinn steig út úr verslun sinni það byrjaði að rökkva, því hann svaf ekki þar nætur. Hann lokaði gluggum og læsti hurð og setti á sig lykilinn. Engin bjó þarna nóttu til nema litlar brúnar mýs og þær hlupu inn og út án þess að þurfa lykla. Því að baki viðarklæddra veggja í öllum gömlum húsum í Gláster litlir músastigar og leynigáttir. Mýsnar hlupu þannig hús úr húsi í gegnum löng og þröng göng, gáturinn hlaupuð alla borg án þess að stiga fæti út á stræti. En skraddarinn steig út úr verslun sinni og stikaði gegnum nýfallinn snjóinn. Hann bjó þar nálægt í College Court sem var við hlið háskólagarðsins og þó húsi væri ekki stórt, þá var skraddarinn svo fátækur að hann leigði einungis eldhús hússins. Þar bjó hann einn ásamt ketti sínum kallast Simkin. Kötturinn Simkin nýtti daginn vel þegar skraddarinn var við vinnu og hafði húsið útaf fyrir sig og hann var afar hrifinn af músum. Þó hann færði þeim ekki satín í jakka. Mjá, sagði kísið þegar skraddarinn opnaði hurðina. Mjá. Og því svaraði skraddarinn. Simkin minn kæri, við munum fjársjóðinn finna, en nú ég dauð uppgefin. Taktu þessa silfurmynt sem okkar síðasti aur og Simkin, taktu líka þennan kínapott. Keyptu brauð fyrir 4, mjólk fyrir 4 og pilsu fyrir 4. Og já, Simkin, fyrir síðasta 4 máttu kaupa kirsuberjalitaðan silki tvinna. En gættu nú á því að tína ekki afgangnum, Simkin, því þá verð ég búin, ég verð rúin,
því það er engin tvinni eftir. Við þessu sagði Simkin bara mjá og tók peningin og pottinn og hélt út í myrkrið. Skrattarinn var mjög þreyttur og fann fyrir lasleika. Hann settist niður við eldstæðu og byrjaði að tala við sjálfan sig þennan gullfallega jakka. Auður og ríkidæmi bíðu mín, því að borgarstjórinn í Gláster er að gifta sig á jóladagsmorgun og hefur pantað jakka og útsaumað vesti, fóðrað með gulu tafti, og af taftuna á ég nóg, en ekki snifsi umfram það nema væri í slifsi fyrir mís. En hér brá skrattarinn dálítið, því að allt í einu heyrði hann eitthvað lágt, skrítið hljóð koma frá skenknum hinum megin í eldhúsinu og truflaði á vangaveltur hans. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, tapp, tipp. Hvað gæti þetta nú verið, sagði skrattarinn í Gláster og stökk upp úr stólnum sínum. Skenkurinn var þakinn ýmsum leirmunum og pottum, diskum með pílavíða trjámynstri, tepöllum og krúsum. Skrattarinn gekk yfir að skenknum og stóð þar grafkyrr, hlustaði vandlega og rýndi í gegnum gleraugun sín og aftur undan litlum tebolla komu þessu skrítnu hljóð. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, tapp, tipp. Þetta er afskaplega skrítið, sagði skrattarinn í Gláster og lyfti tebollanum sem hafði verið snúið á hvolf. Út úr bollanum steig lífleg lítil dömumús og bugtaði sig og beygði fyrir skrattarannum. Síðan hoppaði hún á braut niður af skenknum og inn á bakvið veggþilið. Skrattarinn settist nú aftur fyrir framan eldstæð og hitaði kalda og þreytta fingur sína og byrjaði aftur að tuldra. Vestið er klippt úr perulituðu satíni, rósaknappur saumaður á útsaumsgrind með gullfallegum flósilki þræði. Og var það vitulegt af mér að treysta Simkin fyrir síðustu aurunum mínum. 21 nappakat af kirsuberalituðum tvinna. En allt í einu, frá skenknum, heyrðist aftur lágt skrítið hljóð. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, tapp, tipp. Nei, þetta er nú farið að verða stór skrítið, sagði skrattarinn í Gláster og sneri við öðrum tebolla sem hafði líka verið snúið á hvolf. Út úr honum steig nú lítil herramús og hneigði sig með virtum fyrir skrattarannum. Og nú mátti heyra lághljóma kór léttra ásláttar hljóða allan skenk, allir í einum hljómi að svara hver öðrum líkt og vatnabjöllur í gömlum ormjetnum glugga. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, tapp, tipp. Og undan hinum tebollunum og undan skálum og leirfötum stigu nú aðrar og fleiri litlar mís sem hoppuðu niður af skenknum og inn á bakvið veggþilið. Skrattarinn settist nú á ný við eldstæðið og barma sér. 21 nappagat af kirsuberalituðum silkitvinna og þarf að klárast fyrir háti á laugardag og nú er komið þriðjudagskvöld. Var rétt af mér að sleppa þessum músum sem án efa tilheyra Simkin. Æ, hvað skal gjöra? Ég er rúin því ég á engan tvinna eftir. Litlu mísnar komu nú undan veggþilinu á ný og hlustuðu á skrattarann. Þær hlustuðu á skrattarann lýsa mynstrun á hinum gullfallega jakka. Sín á milli pískruðu þær vesti fóðrað með tafti og lítil slifsi fyrir mís. Í einni andrá þær síðan hurfu, alla sem ein og hlupu saman niður göngina bak við veggþilið, tístu og kölluðu sín á milli þar sem þær hlupu hús úr húsi og því var ekki ein mús eftir í eldhúsi skrattarans þegar kötturinn Simkin kom tilbaka með pott af mjólk. Simkin opnaði dyrnar og skoppaði þar inn og sýndi gremju sína með úrillu því hann hataði snjó. Og nú var snjór í eyrum hans og nú var snjór í hálsakoti hans. Á skenkinn góða lagði hann frá sér brauðhleifin og pylsurnar og þefaði út í loftið. Simkin, sagði skrattarinn, hvar er tvinninn minn? En Simkin lagði mjólkurpottin frá sér og skenkinn og leit grunsemdar augum á tebollana. Í matinn vildi hann nú fá eina litla feita mús.
Simkin, sagði skrattarinn, hvar tvinninn minn? En í tekunni einni faldi Simkin úr lítinn pakka og fnæsti og hvæsti að skrattaranum, og ef Simkin hefði talað, þá hefði hann spurt, hvar músin mín? Æ, hvað skal nú gjöra? Í rúin, sagði skrattarinn í Gláster og lagðist hryggur í sitt rúm. Út alla nóttina leitaði Simkin og gáði allt eldhús, kíkti inn í skápa og á bakvið veggþil og oní tekönnuna þar sem hann hafði falið tvinnan, en aldrei fann hann eina einustu mús. Hvenær sem skrattarinn muldraði eitthvað upp úr svefni, heyrðist stutt mjágerst í Simkin og öll þessi skrýtnu hvimleiðu hljóð sem kettir gefa frá sér á næturnar. Því vesalings fátæki skrattarinn var nú komin með mikla hitarsótt og velti sér og bylti í rekkju sinni, og þó hann væri í sínu draumalandi heyrðist hann tuldra, engin tvinni eftir, engin tvinni eftir. Allan þann daginn lá hann veikur fyrir og líka þann næsta og þann næsta. Og hvað ætti að verða af Kirsubyrja litaða jakkanum? Í verslun skrattarans á Vestgeitstræti lá klift útsaumað silki og satin upp á borði, 21 hnappagat, og hver ætti að koma og sauma glugginn var lokaður og hurðin harðlæst? En slíkir hlutir standi ekki í vegi fyrir litlum brúnum músum, hlaupa inn og út án lykla í gegnum öll gömlu húsin í Gláster. Dyr sínar hélt allt fólkið á markaðinn og stikuðu í gegnum nýfallinn snjóinn til að kaupa gæsir og kalkúna og til að baka sína jólabökur. En það yrði engin jólamatur handa Simkin og vesalings fátaka skrattaranum í Gláster. Skrattarinn lá veikur fyrir í 3 daga og 3 nætur og nú var komið aðfangadagskvöld og orðið mjög áliðið. Máninn steg hátt á lofti yfir húsþökum og strompum og gægðist yfir hliðið að College Court. Ekki ljóstýr að sjá í gluggum, né hljóð í nokkru húsi. Arþakinn snjó lá nú öll Glásterborg í fasta svefni. Og það eina sem kötturinn Simkin vildi voru mýs, og hann mjálmaði ámátlega þar sem hann stóð við rekkju skrattarans. En í gömlum sögusögnum kemur fram að öll dýr geti talað nóttina á milli aðfangadags og jóladags, þó það séu aðeins fáir sem heyra í þeim eða skilji hvað þau segja. Þegar klukkur dómkirkjunnar slógu á miðnætti má heyra svar, nánast sem bergmál óma klukku hljóma. Þá heyrði Simkin söngva óm og kom út í dyr skrattarans og vafraði í snjónum fyrir framan. Af þökum og göflum gömlu viðar húsan í Gláster máttu nú heyra óma 1000 glaðvara radda sungu gamla jólasöngva, öll gömlu lögin sem ég kannast við og nokkur sem ég hef aldrei heyrt, eins og lagið jólabjöllur Whittington. Hæst ómaði rödd hananna þeir kölluðu, frú mín góð, á fætur með þig og eldaðu þína böku. Ó, hýri, 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 andvarpaði Simkin, og út undir risi mátti sjá ljós og heyra eitthvað stíga dans og kettir létu á sér kræla. Jæ, köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, allir kettir í Gláster nema ég, tuldraði Simkin. Undir þakk skeggi mátti heyra stara og spörfugla, syngjum jólabökur, dvergkrákur vöknuðu í dómkirkjuturninum og þó að þetta væri miðjanótt mátti heyra þresti og glóbristinga syngja sína söngva. Loftið var í raun mettað af tindrandi, tístandi tónum. En þetta gerði ekkert annað en að ögra hungri vesalings Simkin. Hann var sérstaklega gramur yfir litlum skærum röddum á bakvið luktaviðargátt. Ég held að þetta hafi verið leðurblökur, því þær hafa svona lágstendar skærar raddir, sérstaklega í miklu frosti, þegar þær tuldra upp úr svefni, líkt og skrattarinn í Gláster. Raddirnar sögðu skringilega hluti sem hljómaði eitthvað eins og suð, hvað bláa flugan, puð, hvað býflugan, þær suða og puða og það gerum við líka. Og Simkin hélt á brott, hristi einu sín, líkt og að býflugan væri þarna komin að angran. Úr verslun skrattarans í Vestgeit mátti sjá örla á ljóstýru,
og þegar Simkin læddist upp að glugganum var þar fullt af kertum. Það mátti heyri skærum klippa og þráðum klippast og raddir lítilla músa sem sungu hátt og skært. 24 skraddarar, sníilinn í þeir nældu. Þeir frökkustu þar á meðal, halan hans þeir mældu. Hann setti þá upp hornin sín líkt og tuttinn sá arna. Flýið skraddarar, flýið inn, eða hann gerir út okkur hérna. Síðan hann hyggs hélt músakórinn áfram. Sigtum nú mjölið eftir getu áður en við hveitið mölum. Leggjum það síðan í kastaníu hnetu áður en hungrunu við svölum. Mjá, mjá, skaut Simkin þá inn og klóraði í hurðina. En lykillinn var þá undir kotta skraddarans og því komst hann ekkert inn. Litlu brúnu mýsnar skríkja bara af kæti og skipta svo lag. 3 litlar mýs setjast niður að spinna, Kesi gengur hjá og reynir sig að kynna. Hvað eru þið að gera þarna, mætu litlu menn? Eru þið að sníða jakka fyrir herramenn? Á ég ekki að koma inn og tvinnan ykkar slíta? Ó nei, takk herra Kesi, þú myndir okkur bara bíta. Mjá, mjá, vældi Simkin, vei, vei, köttur út í mýri, surrið mýsna bara. Vei, vei, köttur út í mýri, Kesugreið litla. Í purpura litin klæða þeir, kaupsýslu menn sig titla. Silki í flippan og gilling í faldin, marsjera þeir gleðilega götur áður en haldin. Þær smeltu saman fingurbjörgum til að drepa tíman, en enginn söngu þeirra gladdi Simkin að ráði. Heldur sat hann bara og þefaði í átt af verslunardyrunum og mjálmaði svo ámátlega. Og síðan fór ég og keypti lítinn pott og smá í pönnu með mitt litla skott og mjólk í könnu. Því eftir að í búðir ég mér skellti, ég öllu upp á eldhúsgenginn smelti. Bættu síðan þessar ókurteisu mýs við. Mjá, klór, klór, heyrðist bara í Simkin upp á gluggasillu á meðan að mýsnar stukka á fætur og hrópuðu með sínum skæru röddum. Engin tvinni eftir, engin tvinni eftir. Og síðan lögðu þær aftur gluggahleran þannig að Simkin sá nú ekkert inn. En þrátt fyrir það gat hann heyrt smellina í fingurbjörgunum. Gegnum rifurnar og lágstenda músakórinn syngja. Engin tvinni eftir, engin tvinni eftir. Simkin hélt því á brott frá versluninni og hélt heim og skoðaði hug sinn til hlítar. Hann fann þá veslings gamla skraddarinn í friðsvælum svefni þar í rekkju sinni, en nú var hann orðinn hitalaus. Simkin læddist nú frá rekkjunni og sótti pakka með silki tvinnanum úr tekunninni og skoðaði hann vel í tungsljósinu. Og hann skammaði sín mjög fyrir hver óþekkur köttur hann hafði verið með þessa litlu góðu mýs. Það fyrsta sem skraddarinn sá ofan á rúmteppinu sínu hann vaknaði morguninn var ögn af kirsubera lituðum silki tvinna og við hlið rúmsins stóð nú Simkin fullur eftir sjár. Æ, mér líður eins og undin tuska, sagði skraddarinn af glástur, en nú hef ég þúst tvinnan minn. Sólin skein á himni og birtan endurkastaðist frá snæhvítri jörðu þegar skraddarinn reis úr rekki og klæddi sig. Þegar hann steig loks út á stræti, stikaði Simkin við hlið hans. Stararnir tístu söngva sína ofan að reykháfunum og þrestir og glóbristingar sungu, en nú með sínu lagi, ekki í orðum líkt og þeir hefðu gert nóttina. Æ, hvað skal nú gjöra, sagði skraddarinn. Ég hef nú tvinna minn en enga orku, né tíma til að sauma nema kannski eitt einasta hnappagat, því að á hádegi á þessum fagra jóladegi ætlar borgarstjórinn í Gláster að gifta sig. Og hvar kirsubera litaði jakkin hans? Hann tók hurðina og lás í litlu verslunum sinni á Vestgeirsstræti og Simkin stökk strax á inn, líkt og köttur sem átti von á einhverju góðu. En þar var enginn, ekki einu sinni lítil brún mús. Allt var þar þrifið, hátt og lágt. Allir litlu þræðirnir og litlu silkir snifsin höfðu verið tekin í burt og gólfið var nú orðið hreint og fínt. En á borðinu sjálfi, minn eini sanni, kallaði skraddarinn upp yfir sig, þar sem hann hafði skilið eftir búta af silki, lá nú sá allra fallegasti jakki og útsaumað satinvesti sem nokkur borgarstjóri Gláster hafði nokkuð tíman íklæðst. Það voru rósir og fjólur á breytingum jakkans og allt
Vestið var brótera með draumsólegjum og sólblómum. Allt hafði verið unnið fyrir utan eitt kirsubera litað hnappagat. Og það sem þetta hnappagat átt að vera var nú áfast lítið bréfsnifsi og á því stóð skrifað með agnarlitlum stöfum: engin tvinni eftir. Og upp frá þessu snerist gæfan við hjá skraddaranum í Gláster. Hann átti eftir að verða ansi digur og gríðarlega ríkur. Hann saumaði öll fallegu vestin fyrir alla ríku kaupsýslumennina í Gláster og fyrir allra heldri menn í landinu öllu. Aldrei höfðu menn séð aðra eins pífur eða útsaum á ermalíningum eða uppslagi, en hnappagötin voru hans helsta sigurverk umfram allt annað. Saumarnir í þessum hnappagötum voru svo fínir, að ég efast að þeir hafi verið saumaðir af gömlum manni með gleraugu, með bogna gamla fingur og fingurbjörg skraddarans. Saumarnir í þessum hnappagötum voru svo litlir, að þeir litu helst út fyrir að hafa verið gerðir af músum.